Ég held að þetta örugglega svolítið flókið mál að vera í þeirri stöðu að þurfa að fá einhver réttindi, að fá þau ekki bara upp í hendurnar eins og meiri hlutinn og að þurfa að pæla í því sko hvernig maður gerir þetta og á hvaða forsendum og að vera í þessari einkennilegu stöðu að sko að vera í rauninni fyrir neðan og þurfa að biðja hina að fá að vera með sko standa jafnfætis. Þetta er rosalega sérstök og erfið staða að mörgu leyti held ég. Komið þið sæl og velkomin að Skjánum. Markasetning á hug öfumæla þessu sinni. Mannréttindabarátta á sér nefnilega ýmsar myndir og í baráttu hinsegin fólks fyrir tilvistarrétti sínum og mannréttindum hefur markasetning stundum ráðið för. Í mannréttindabaráttu nefnilega nauðsynlegt að sannfæra meirihlutasamfélagið ágæti þess að þú njótir jafnréttis á við aðra. Þetta þekkja viðmælendur okkar af eigin raun. Þú þarft að markaðsetja mannréttindi. Pældu því. Við værum bara eitthvað svona fólk í lausu lofti, svona eitthvað ósýnilegt fluff í gagnkynhneigðu samfélagi. Ef að það hefði ekki komið og mætt á svæðið frumkvöðlar sem gáfu andlitið sitt og nafnið sitt, gáfu viðtöl, voru sýnileg, gáfu ábyrgar upplýsingar sem komu frá ábyrgu fólki og þá fyrst kannski fór að kveikna perunni hjá gagnkynhneigða fólkinu og okkur sjálfum í leiðinni. Það sem skiptir máli að við sem flest komumst að borði getum sagt okkar meiningu og rætta og komið saman sameiginlegri niðurstöðu. Og þetta er eitthvað sem ég læri bara með tíma og tíma. Auðvitað og eðlilega þar sem ekki neina uppskrift að ræða heldur meira vilja að þá gerði ég fullt af mistökum og við öll reyndar í samtökunum og við stigum ofan í holur og við næstum fótbröndum okkur en þetta er bara það sem verður að gerast. Þannig þróumst við. Þetta er ekki sem við segjum bara þetta er svona átt að vera og þetta er fullkomið. Þetta er barátta og þetta er ennþá barátta. Þannig verður það alltaf. En við verðum að gæta okkar á því að vera málefnaleg. Homar og lesbíur reyndu tvisvar sinnum að fara út á götur og líka eftir því sem gert hafi verið í útlöndum á 10. áratug aldarinnar sem leið. Árið 1993 og 1994 endum við til kröfugöngu Laugaveg og byggum til smá viðburði í kringum þessar göngur. Þetta var nýjung á Íslandi, við kunnum ekki að vekja athygli á okkur, hugtakið markaðssetningu af víðsfjarri og við máttum þakka fyrir það að fá myndir á okkur í pressunni eða helgapóstinu sem þá voru. Öðru leyti fór þetta fram hjá heiminum, annað árið vorum við held ég 71 og seinna árið 69, öðru hvoru megin við töluna 70. Þá gáumstu upp og hugsaðum með okkar tími er ekki kominn, við höfum ekki almennilega nátökum á þessu, en litum öfundaraugun til útlanda, þar sem fólk fylgdi liði, þúsundum saman í stórum og öflugum kröfugöngum, sem þó voru á þeim tíma smá saman að breytast í einhvers konar karneval. Það eru þessir 20-30 homar og lesbíur sem voru með kröfuspjöldin 93-94. Það eru þau sem kom okkur þangað sem við erum í dag. Ég meina við erum bara á þeim stað í dag að þessi kröfuspjöldin eru með inn á milli. Þau hafa verið í göngum núna síðustu ár líka inn á milli og þau eru algjörlega rétt á sér. En við vorum
þarna upp úr 90 vorum við ekki á þeim stað sem við erum í dag að geta gert þetta svona og í dag erum við kannski akkurat að sama skapi á þeim stað að við þurfum ekki að taka bara þessa hvössu leið, heldur getum við leyft okkur líka að fara nýta okkur kannski á einhvern hátt pólitíska klæki og fara þá leið í dag að vera bara svolítið auðmjúk líka. Svo líka eitt, ef þú labbar niður götuna með blöðrur og ert glaður allan tíman, þá er ekki séns að ráðast á þig á einn eða annan hátt. Það er ekki séns að gagnrýna einhverja manneskju með blöðru, þú veist. En leið og manneskjan labbar niður Laugaveginn með fýlusvip og kröfuspjald og fer að heimta eitthvað, þá er ekkert mál að byrja að kasta pílum. Býtu, ert þú ekki nógu ánægður núna? Þú veist, ert ekki ánægður núna, kerling? Ert ekki ánægður núna, fakkiðinn? Þú veist. Þannig að þetta er ofsalega viðkvæm lína að fara, en mér finnst hún ógeðslega spennandi og það er þörf á henni. Og ef við ekki að leyfa gay-pride-göngunni að vera lifandi, ef við ekki að leyfa göngunni að vaxa og dafna og breytast í það sem hún þarf að breytast í með tíð og tíma, í þeim tíðaranda sem hún er í og undir þeim kringumstæðum sem hún er gengin. How about that? Svo er það árið 1999 að Samtökin 78 efna til hátíðar á Ingólfstorgi með ræðuhöldum og skemmtunum, músík og fleiru og kallaði þetta hinsegin hátíð 1999. Við bættum við þetta nokkrum menningarviðburðum, sýndum bíómyndir og svo framvegis og vitum menn, það komu 1500 manns. Þannig eitthvað hafi gerst. Ég er ekki alveg vissum að í raun markaðssetningin og svona þessi nálgun hafi verið endilega svo meðvituð hjá hinsegin samfélaginu. Ég held að það hafi ekki verið sest niður og plottað og hugsað ok, við ætlum að gera þetta nákvæmlega svona og einhver útlínuð, einhver skrefa áætlun. Ég held að það hafi í raun bara ég held að þeir sem þetta flotta fólk sem sá til þess að mitt líf er frekar auðvelt í dag með sinni baráttu, ég held að það hafi í raun bara svona áttað sig á hvað var að ná eyrum og hvað var að virka til þess að geta átt díalóginn bara hreinlega. Það er eftir hátíðina á Ingólfstorgi 1999 að Heimir Már Pétursson segir nú skulum við bara búa til almennilega göngu. Og við setjumst niður einhver tíman í kringum áramótin, stofnum lítið félag sem hét hinsegin dagur í Reykjavík Gay Pride og úrvarð ganga, fyrsta ganga götur Reykjavíkur sem við gáfum nafni Gleðigangan og það var markaðssetning og mjög meðvitaður hlutur. Í júnímánuði, ég held að það verið 27. júní árið 2000 sem svo ganga fór niður Laugaveg. Það komu 5000 manns og við vissum að eitthvað var að gerast, eitthvað hafði gerst, hér voru ómældi möguleikar. Þetta heitir Gleðiganga og ég verð að segja að ég er mjög sammála þessu heiti því að ég er mjög oft upplifað að við erum rosalega mikla gleði þegar ég hef verið að ganga hérna, talangi þegar við vorum að ganga hérna niður Laugaveginn. Þar sem að ég var kannski nýkominn út úr skápnum eða stuttu komin út og það að taka þátt í þessu, sýna heiminum hver ég væri og virkilega bara hafa gaman með vinum, með mökum. Þetta hefur alveg verið frábær reynsla og mikil gleði í því að ganga hérna niður Laugaveginn. Svo er náttúrulega varðandi gönguna að búið að markaðssetja hana sem gleðigöngu. Þetta er fjölskyldu skemmtun og já, það er svolítið svona fyndið að fá mitt síðan svona gagnrýna á hana og hún sé pólitísk. Ég menn tilgangur hennar hlýtur náttúrulega alltaf að vera einhver pólitík. Þetta er ekki bara skemmtiatriði í grunninn og ég velti fyrir mér hvort þetta séu kannski einmitt afleiðing eða leifar af þessari aðlögun sem hinsegin samfélagið er svolítið búið að vera í. Við erum að biðja þarna réttindi og sýna að við eigum þau skilið og við erum gott og fínt fólk eins og allir aðrir og
vinsamlegast megum við gifta okkur og eignast börn og eitthvað slíkt sko. Og þá mjög erfitt að kannski að vera að pota í þá sem að þurfa að gefa okkur réttindin. Þá vill maður ekki gagnrýna of mikið, þannig að kannski var þetta, þú veist, nú sú aðlögun búin að einhverju leyti og nú á að fara að setja hnefann upp á loft á ný, ég veit það ekki, en ég ætla að fagna því að það væri meiri pólitík og vona að verðin bara áfram, sko. Ég meina, þú veist, mér finnst allavega að fólk sem að koma á gönguna á að fara af henni með eitthvað nýtt, eða þú veist, á að fatta hvað það snýst og fá einhver skilaboð önnur en, þú veist, liti og gleði sem gott að vera líka, en það lítur að vera tilgangur á bakvið þetta allt saman. Ég held að það sé mikilvægt að við förum ekki að tala í fjölmiðlum að tala hvað sem alla okkar vitneskju þessa hluti. Við verum að byggja grunninn alltaf hjá þeim sem þarf að hlusta á þangað sem skilaboðin þurfa að ná, að við þurfum að finna jörðina sem þau standa á og byggja þaðan en ekki koma, þú veist, á ofan og ég held að það hafi verið svolítið það sem var í raun gert. Þetta var bara með þrautseigju, díalóg og einmitt farið bara eitt skref í einu. Svona til að höfða til fjöldans þá hefur þurft að pakka baráttunni inn í svolítinn silkipapír og sem oft á tíðum bara hundleiðilegt og umurlegt að þurfa að gera en stundum búum við bara við þann pólitíska raunveruleika við þurfum til að ná einhverjum svona grundvallarmálum í gegn þá þarf stundum að höfða til lægri samnefnara heldur en maður sjálfur sáttur við í raun og veru. Sko, þetta með einhvern veginn að selja part af sannfæringu sinni fyrir baráttuna ótrúlega freistandi en leið ótrúlega sorgleg staða að vera í og einhvern veginn, þú veist, ég náttúrulega búin að sjá þetta sko svo margoft í kvennabaráttunni að það sko konur þurfa að fá full mannréttindi og fulla stöðu sem hugsandi verur og eitthvað, ekki af því það bara eitthvað gildi í sjálfu sér sem við viljum hampa, heldur að því það svo gott fyrir atvinnulífið og það svo gott fyrir, þú veist, hagvöxtinn og landsframleiðsluna og eitthvað auka atvinnuþátttöku kvenna og þú veist, og þá þetta einhvern veginn orðið svo mótsagnakennt því að þú ert einhvern veginn að berjast fyrir réttindum, þú veist, samt með þeim rökum að það sé gott fyrir peningaflinn en ekki, þú veist, sem manngildi sjálf, þetta algjörlega twisted, sko. Ég hef svolítið velt fyrir mér þessari aðlögun sem ég til að hefur verið í gangi og skoða þetta, í rauninni rannsaka þetta aðeins. Í minni MR-rannsóknum var svona að skoða einmitt, sko, að því þetta svo einkennileg staða að vera í, hafa ekki völdin og ekki réttindin og biðja þau og svo þurfa að sanna sig á forsendum einhvers annars, sko. Þú veist, það alltaf verið að spyrja, sérstaklega sko samkynhneigðir eða samkynja pör, þú veist, getið þið alið upp börn, verða þau í lagi og það alltaf á forsendum sko eins gagnkynhneigða norms og kynjanormsins. Þannig að samkynja pör eða samkynhneigðir hafa alltaf þurft að sko sýna fram á bara já, börnin okkar verða gagnkynhneigð og þau strákarnir verða karlmannlegir og stelpurnar, þú veist, kvenlegar og sanna þetta og þetta náttúrulega ótrúlega erfið og svona einkennileg staða. En skiljanlega einhverju leyti, ég meina, þú veist, fólk vill halda börnunum sínum og fá að eiga þau í friði. En leið verður einmitt þessi aðlögun þá inn í eitthvað sko norm sem að fyrst var kannski verið að berjast gegn og fólk hefur komið út úr skápnum og sagt nei við þetta og svo einhvern veginn fer inn í þetta aftur til þess að fá réttindi eða ala upp börnin sína hvað sem það er. Það byggði upp þessi svona ákveðna stereotypu í ákveðna gleði ímynd af hinsegin fólki og hinsegin málefnum sem að áalveg sko rétt á sér og af því að sko stereotypur eru til af því að það eru til fyrirmyndir fyrir þeim, sko, þær sprett ekki upp úr sjálfur sér. Það sem náttúrulega sko gallinn á þessu sá að það hefur aldrei mátt sko ræða í raun neikvæðu hliðarnar og í raun dökku hliðarnar og þess háttar. Og það svona svolítið partur af þessu að
að selja sig pínu til að ná eyrum meirihlutans þú veist, finnst mér koma aftur að sko hinsegingöngunni, að sko ég hef búin að heyra það ótrúlega oft frá gagnkynhneigðu fólki sem har aldrei tekið þátt í nokkru baráttu fyrir neinu, að þetta sé svo frábært konsept, ekki af því að einhvern veginn þetta sé, þú veist, mannréttindabarátta, heldur að því það er svo mikið gleði í þessu, einhvern veginn eins og það sé eitthvað svona ótrúlega mikilvægt að þetta sé sett fram með gleði og það einhvern veginn svona vinni málstæðnum, þú veist, fylgi og við þurfum að vera rosalega glöð alltaf þegar við setjum fram einhverja kröfur og þá einhvern veginn, þú veist, verður tilgangur líka að hluta til að gleðja aðra. Það einhvern veginn bara svona, þú veist, ok, maður gleður aðra með mannréttindabaráttu, ég meina, ok, það er kannski ekki ágætið byproduct, en það getur aldrei verið einhvern veginn markmið í sjálfu sér, en við stundum alveg einhvern veginn fer þetta út í það að, þú veist, að markmiðið með baráttunni eigi að vera það að gleðja meirihlutasamfélagið sem ekki hinsegin. Ísland hinsegin ferðaútbúja fyrir alla þá sem vilja koma hingað og vera í 3 vikur og bara fá að vera hommar og lessur eða þú veist eitthvað svoleiðis í friði. Það þýðir ekki þessi útibúja fyrir fólki sem býr hérna. Ég vil ekki gera lítið úr því að það kannski fólk sem að upplifir Ísland hreinlega sem einhvers konar öruggt umhverfi eða einhvers konar paradís. Bara vegna þess að það hefur orðið fyrir slæmri reynslu erlendis. En við verðum líka að muna það að Ísland ekkert paradís fyrir mjög margt hinsegin fólk sem hérna býr. Að það verður líka vera rými fyrir fólk sem verður fyrir slæmri reynslu til að ræða það ákveðin án þess að einhvern veginn ímyndarsköpunin og þeir hagsmunir sem að liggja baki henni einhvern veginn nái að þagga það niður. Maður heyrir, þú veist, af sérstaklega transfordómum á Íslandi ennþá rosalega mikið og maður bara svona getur fólk ekki hægt að spá í því hvað á milli lappanna á fólki? Svo heyrir maður, þú veist, já, það eru allir hinsegin á Íslandi komin með, þú veist, geðveikt mikil réttindi. Já, já, þú veist, samkynhneigð og trans komið inn í jafnréttislöggjöfina. Intersex þar náttúrulega ekki, en það var ekki farið að ræða það á Íslandi á þeim tíma. En hins vegar þá erum við ekkert að koma neitt rosalega vel út í raun og veru út úr til dæmis ILGA. 8. sæti, 320.000 manna þjóðfélag, þú veist, come on, við erum í 8. sæti. Það að búa í hinsegin útópíu, myndri hinsegin útópíu, þýðir að fólk einhvern veginn endalaust sko að segja að hinsegin fólk, það segir reyndar yfirleitt samkynhneigðir, en held ég á yfirleitt við hinsegin fólk, hafi það bara fullkomið og þetta sé bara fullkomið á Íslandi núna og þetta sé bara komið og nú þurfum við bara að fara að flytja út þessi réttindi. Ég ekkert að gera lítið úr því að við búum við mjög gott umhverfi að mörgu leyti. Og ég ekki að gera lítið úr því að við höfum lyft ótrúlegum grettistökum sko, í réttindabaráttunni og virkjað stóran hluta hins pólitíska spektrums sko, í því að ná fram þessu réttarbótum. Og það verður, við skulum alveg halda því til haga. Og það, hins vegar er viss hætta að við gleymum okkur svolítið í sjálfsánægjunni og förum að líta á okkur sem við gleymum svona litlum praktískum hlutum hér og hvar
til dæmis eins og hvernig transfólk á að nota sundstaði. Það er rosa auðvelt að fara að efast eigin upplifun. Bara eitthvað, já, ok, ef að, þú veist, 10 manns eru undanförnum 2 mánuðum búin að segja mér að nú sé þetta allt saman komið og ég ekki upplifa það í mínu lífi, þá hlýt ég að vera að gera eitthvað rangt. Þú veist, það er svo auðvelt að fara, þú veist, í draga þá ályktun. Af því, þú veist, þetta ekkert komið. Það alveg ennþá, þú veist, ég bara einhvern veginn í þeirri stöðu að bara hluta fjölskyldur minni talar ekki við mig og talar ekki við börnin mín heldur og þú veist, af því ég kom út fyrir þeim hluta fjölskyldunar eftir ég eignaðist börn, þannig að þau kynntust þessum parti fjölskyldunar og allt í einu bara kött á allt samband. Þannig að ég hef þurft sko ítrekað að útskýra fyrir, þú veist, börnunum mínum af hverju talar þetta fólk ekki við okkur. Þú veist, og svo heyrir maður endalaust, þetta allt komið, en það engin fordómar í dag á Íslandi. Þú veist, og ef það einhverju fordómar, þá það bara gamalt fólk. Fyrsta lagi það ekki rétt, öðru lagi þá gamalt fólk líka partur af samfélaginu. Gamalt fólk líka ömmur og afar og frængur og framkvæmdastjórar og þú veist, allt saman. Og þú veist, jafnvel þó að bara sá hópur væri með fordóma, þá væri það samt ekki komið, sko. Man persónulega eftir einu dæmi þar sem að góður kunningi minn varð fyrir árás á skemmtistað og hann fékk enga viðurkenningu á því að þetta hafi verið hinsegin ofsóknir eða hinsegin ofbeldi, einhver mismunun eða árás á hann. Þetta var bara einhver fullur asni. Allir á Íslandi elska alla og þú veist, hætti þessu bulli. Það ráðast á fólk á hverjum degi. Það segir mér bara dálítið að þú veist, jú, þetta ferðamannaparadís fyrir hinsegin fólk að einhverju leyti til að koma eitthvað sem túristar. Þetta held ég að flestum túristum líður bara þokkalega vel hérna. Sama hvaðan þeir eru eða hverjir þeir eru. Ég ekkert sérstaklega mótfallin þessari ímyndasköpun, þanniglega séð. Mér finnst hún alveg fullkomlega eðlilegt framhald á þeirri ímyndasköpun sem hefur verið í gangi af Íslandi síðustu aldirnar. Íslandi hefur verið lýst sem útópíu bara frá því fyrir 1000 árum og ég þá ekki að segja metafórisk 1000 ár, heldur bara bókstaflega fyrir 1000 árum, bara á 11. öld. Þegar fyrsta Íslandslýsingin var rituð, að þá var Íslandi lýst sem útópíu. Og Ísland þetta eyja, hún einhvers staðar lengst út í höfum, þótt að fjarlægðin hafi náttúrulega alltaf verið að styttast með betri samgöngum og allt það. Og þannig stöðum bara mjög oft lýst sem útópíum. Ég myndi nú halda að það væri nú frekar skaðlaust að markaðssetja eða að það að einhverjir aðilar hér eins og reyndar verið að gera, eins og bara gott dæmi Pink Iceland, að markaðssetja okkur sem góðan áfangastað. Ég held að það hafi skaði ekki neitt hérna heima fyrir, alls ekki. Þessi hinsegin útópía algjörlega rökrétt næsta skref. En það ekki þar með sagt að henni fylgi engin vandamál og hún sé ekki problematísk. Vegna þess að náttúrulega hún sköpuð, í henni felast ákveðin skilaboð til gagnkynhneigða meirihlutans á Íslandi sem hefur kannski enga forsendu til þess að meta það hvort að Ísland sé hinsegin útópía eða ekki, hvort hér sé allt í gúddi eða ekki. Ég held að kannski flest hinsegin fólk gerir sér grein fyrir því að þetta kannski svolítið orðumaukið, að þetta sé ekki alveg eins miklu lukkunar velstandi og þessi ímynd láti veðri vaka. Mér finnst við eigum að yfta svolítið öxlum yfir þessu, að taka þessu létt. Við megum ekki hanga í þeim óvana postmodernismans að vera alltaf að rífa niður og nöldra það sem gott gert. Allar skynsama manneskjur hljóta að vita. Ég treysti bara viti Íslendinga til þess að vita það að draumalandi ekki til. Hið fullkomna land ekki til neins staðar.
Það er ekki fullkomið fyrir gagnkynhneigðar forstjóra né heldur fyrir hinsegin blaðamann. Við eigum okkur ekki fullkomið líf og við skulum bara yfta öxlum yfir því þó að markaðsgúrúarnir freistist til að nota okkur sér til framdráttar. Því það gera þeir vissulega, það er rétt. Sko ég held að það sé ekki spurning að vitneskjan það að það sé einhver staður í heiminum þar sem að hlutirnir geta fungerað og bara, þú veist, og það er bara allar heims enda spárnar sem að tröllríða öllu í Bandaríkjunum eða leyfir hjónabönd eða hvar sem það er. Að ég held að það sé ekki spurning og þú veist, það er einmitt það sem sko, mér finnst einmitt svolítið galli á þessari útópíu umræðu er einmitt það, mér finnst hún svolítið sjálfhverf. Það er mín upplifun að sennilega hafi gay-túrismi byrjað að þróast út frá ákveðnum öryggissjónarmiðum. Það er að segja að þegar fyrstu gay-gætarnir komu út, þá voru þeirra hlutverk var að leiðbeina þér sem samkynhneigður einstaklingur hvert best og öruggast væri að fara. Og á þessum tíma, eins og flesti vita, þá var ekki auðvelt að vera samkynhneigður einstaklingur. En ég hef hugsað talsvert þetta í seinni tíð vegna þess að ég hitti alltaf öðru hvoru góða vini, Íslendinga af erlendum uppruna, hinsegin fólk sem býr á Íslandi, talar íslensku, kemur gjarnan úr Austur-Evrópu eða Asíu, bæði Vestur- og Austur-Asíu, og það sagði við mig kona úr Austur-Asíu á dögunum. Veistu, ekki tala illa Ísland sem hinsegin paradís, því hún það fyrir mér. Þú séð hluti sem eru kúgandi, niðurlægjandi. Þú séð eflaust hvernig fólk notar falleg hugtök eins og útópíu og draumaland til þess að horfa fram hjá því sem miður fer. En veistu það, á Íslandi get ég í fyrsta sinn á ævinni gengið frjáls. Ég þarf ekki að hafa varan á mér frá degi til dags. Að eiga félag á vinnustað sem hvergi ögra mér, nema síður væri, hafa áhuga á einkalífi mínu, spurja það, gefa mér kost á að ræða það, eins og þeir ræða sitt einkalíf, að eiga tengdafjölskyldu, sem bókstaflega allt fyrir mig gera. Þessi kona lesbísk. Fyrir mér þetta draumaland í ljósi þess hvaðan ég kem. Og mér fannst þessi kona þagga eiginlega niður í málefninu. Ísland bara gay-útópía að einu leyti, lagasetningin. Og þar með samfélagið búið að gefa tónin. Þú veist, samfélagið búið að gefa leyfi og sitt samþykki. Það búið að gefa skýr skilaboð. Útópían, þú veist, einskis virði ef þú lifir ekki í henni. Það þú sjálfur sem tekur ábyrgð á því að lifa í útópíu og það alltaf krefjandi að koma út úr skápnum fyrir þínum nánustu, fyrir fólkinu í lífinu, pappa og mömmu og systkinunum og fólkinu sem skiptir þig máli. Það eitthvað lög og reglur eitthvað og eitthvað lagasetning sem eitthvað redda því, bjargar því, það verkefni sem þú þarft að gera sjálfur. Þú þarft að stíga við þann þröskuld og þetta þröskuldin sem gagnkynhneigt fólk þarf aldrei að stíga við, þarf aldrei að skoða í lífinu. Þetta einn ástæðan fyrir að ég þakka fyrir að vera kynvillingur, að hafa fengið að fara í þetta ferðalag, þetta sjálfskoðunar ferðalag og virkilega vera viss á mínu, virkilega vera viss hvernig hjartað mitt slær og ég get ekkert stjórnað því og já, þessar tilfinningar eru raunverulegar, ég elska þennan gaur, ég tilbúin til þess að búa undir sama þaki með honum, það sem eftir ég til ég að vaska upp eftir hann, og vera næs við hann og þroskast með honum og rífast við hann og eiga bæði góðu dagana og slæma dagana. Þetta búið að vera yndislegt
ferðalag. Ég myndi ekki vilja skipta á þessu fyrir sekk af gulli